Góðan daginn. Þetta dálítið yfirþyrmandi að horfa framan í svona mörg andlit. Kæra þakkir til stjórnarinnar fyrir að bjóða mér. Ég nefnilega vön því þegar ég vinn að ég alltaf ein og horfi aldrei neitt á nema tölvuskjáin. Þannig að þetta dálítið ótrúlegt að hugsa sér að það sé raunin einhverjir sem að heyra það sem ég að gera og mjög ánægilegt að sjá svona marga. Þegar ég var beðin að koma hérna, það var í sumar og þá var ég nýbúin að fá hérna tímarit Máls og menningar upp í hendurnar og var nýbúin að lesa þar alveg ótrúlega smellið ljóð eftir reyndar ágætan kunningja minn, Jón Karl Helgason. Kvæðið heitir Karíus og Baktus Holding og ég alveg náttúrulega sprakkulhátur hér sá nafnið. Það er svona ótrúlega skemmtilegar hugrenningar sem það vekur og kvæðið endar svona: við hröktumst af leið í halarófu, hámenntuð þjóð og stöndum á gati. Og ég hugsa með mér, já það má nú segja, við hröktumst nú aldeilis af leið. En svo fór ég aðeins að hugsa þetta og þá eiginlega datt mér í hug, nei, við hröktumst ekkert af leið. Þetta var leiðin. Þetta er leið kunningjaþjóðfélagsins. Leiðin sem að er án virðingar fyrir verðleikum, án virðingar fyrir reynslu, vandvirkni og yfirveguðum vinnubrögðum. Það eina sem skiptir máli í kunningjasamfélaginu eru sambönd og sameiginlegir hagsmunir, allt annað er aukaatriði. Þegar ég fór að velta fyrir mér því sem að gerðist í haust, sem að ég náttúrulega svona einhver leyti var áhorfandi að, búandi í, eða því sem útspilaðist í London, sem var auðvitað dálítið mikið, að þá fór ég að velta fyrir mér ekki bara hvað var að gerast, heldur af hverju þetta hefði gerst. Hvernig stendur á því að allir þrír helstu bankarnir hrynja? Og hvernig stendur á því að það þarf að koma upp rannsóknarnefnd Alþingis og ekki bara því, heldur 4 sérstökum saksóknurum sem þurfa að fá aðstoð frá erlendis frá. Skilanefndirnar, allavega skilanefnd Kaupþings og Glitnis, eru báðar eftir því sem ég best veit með sína rannsóknir í gangi og við vitum að Glitnir hefur leitað til erlends fyrirtæki sem heitir Kroll, sem er mjög virt fyrirtæki í því að grafa upp. Ég veit ekki hvort að skilanefnd Landsbankans er að gera eitthvað slíkt, það hefur ekki borist fréttir af því. Það sem ég ætla að ræða aðeins í dag er sem sagt hvernig þetta horfði við mér síðan að þess að velta fyrir mér rótunum og svo núinu. Ég flutti til Kaupmannahafnar 1988 og ég sá fyrirtæki íslensk, ég var að vinna þar sem blaðamaður, ég sá þar íslensk fyrirtæki koma út og þetta var svona óbratt, skulum við segja. Þetta var svona, já, ekki mjög merkilegt allt saman eftir að vera frekar skondið að hafa séð þetta og upplifað þetta. Nú síðan náttúrulega svona þegar það fer að líða aldamótunum þá eru bankarnir farin að hreyfa sig. Ég man ekki betur en ég hafi tekið viðtal við Halldór Kristjánsson þegar Landsbankinn keypti Heritage bankann. Ég var reyndar að leita þess á netinu, ég fann það nú ekki en mér finnst samt ég hef gert það. Ég var í Luxemburg vorið 2000 þegar að Kaupþing opnaði þar. Ég hlusta á forsetann tala og já, lítið vissum við þá, ég og forsetinn, hvað væri í uppsiglingu. Síðan flutti ég til London árið 2000 og þar fer ég mjög fljótt að taka eftir þessum íslensku umsvifum og ég hugsa með mér, já, þetta er svona áherslan hefur fæst frá Danmörku, gamla landin okkar, yfir í stærra samhengi til London. Nú, bónus, ég hugsaði svona þegar ég fór að sjá þá hugsaði já, þeir reyndu nú að kaupa þarna eitthvað í Ameríku og það tókst nú ekki og allt var þetta svona dálítið erfitt upphaf og þetta er svona, já, mikið reynt. Nú, bankarnir 3 koma þarna út og þeir voru líka að reyna. Þegar kemur fram árið 2005, þá var þetta orðið dálítið verulegt og þetta er svona farið að vekja athygli í bresku pressunni og þeir
virtust komnir til að vera. Þetta virtist ekki alltaf að vera svona bara einhver, já, ég tek stundum dæmi svona pizza 67 dæmi, þannig að þetta virtist alltaf verða eitthvað björgulegra. Og það detti mér í hug að það væri gaman að gera smá könnun á því af hverju þessi fyrirtæki hafa farið út og hvernig þau fóru að. Og ég hafði samband við bresk-íslenska verslunarráðið og svo verslunarráðið og það var úr að ég gerði smá skýrslu fyrir þá, sem var byggð á viðtölum við þá sem stóð í þessu. Og mér það mjög minnistætt að einn þeirra sagði við mig, einn þessara forystumanna í einu af þessum fyrirtækjum þarna, hann sagði við mig, ef einum okkar hlekkist á, þar að segja, gerir kannski eitthvað sem ekki viturlegt, fær illt umtal, þá kemur það til með að skaða okkur öll. Þannig að eiginlega frá upphafi þá gerðu þessir menn sem voru í þessum framkvæmdum, þeir gerðu sér grein fyrir því að þetta var svona allir fyrir einn og einn fyrir alla, að þeir gerðu sér grein fyrir því að verandi frá svona litlu landi þá yrðu þeir allir dálítið markaðir hver af öðrum. Ég tók líka eftir því að það var langt áhugaverðast að tala við útlendingana sem voru að vinna hjá þessum íslensku fyrirtækjum vegna þess að þeir gerðu sér einhvern veginn miklu betur grein fyrir því hvernig menn fóru að. Íslendingarnir voru bara svona athafna menn í orðsins fyllstu merkingu. Þeir voru duglegir og allt það, en þetta voru svona ekki mjög hugsandi verur, skulum við segja. Útlendingarnir voru yfirleitt þeir hafðu miklu áhugaverðar í sín, þeir hafðu líka eitthvað til samanburðar, mjög athyglisvert að hugsa það. Nú 2006 þá var bara það sama áfram og það datt mér í hug að gera svolítið viðameiri úttekt. Svo sem ég fékk að gera á vegum útflutningsráðs og EMG sem síðan var Capacent. Og þetta var þá miðað við íslensk fyrirtæki á Norðurlöndum, heitir íslensk fyrirtæki á Norðurlöndum, aðferðir og orðspor og þar, en ég talaði samt við fullt af fólki í London líka vegna þess að mörg af þessum fyrirtækjum voru þetta þar líka. Og það var aftur áhugaverðast að tala við útlendingana og þeir dáðust vissulega að dugnaði og drífandi. En þeir höfðu áhyggjur af ýmsu, þeir höfðu áhyggjur af krosseignatengslum, þeir höfðu áhyggjur af því að þetta verið mjög þröngur hópur, þeir hugsuðu allir eins, það vantaði svona þessa kviku ólíkra hugmynda, það vantaði umræður. Tony Scherer sem var yfirmaður, var forstjóri Singer og Friedlander sem keypti síðan, hann veit ég hefur oft verið í íslensku fjölmiðlum, hann hefur talað um þetta og það var alveg það sama, þannig að Scherer ekkert einn að segja þetta. Þeir töluðu lítil sem engin boðskipti, engar samræður innan fyrirtækjana, íslenskir yfirmenn yfirleitt mjög slæmir í samskiptum, engin skilningur á almannatengslum. Íslendingunum fannst auðvitað útlendingar yfirleitt tala allt og mikið, Íslendingar höfðu ekki tíma í þetta, þeir eru menn gerðana, ekki menn orðsins, þó við ætlum að vera bókmenntaþjóð og viljum vera það. Og síðan var það til dæmis að Íslendingarnir þrátt fyrir allt þetta, til dæmis hjá Kaupþingi, töluðu að þeir var að byggja alþjóðlegt fyrirtæki. Þeir voru sko ekki neinum svona íslenskum kofabusiness. Þetta átti að vera alþjóðlegt og þetta að vera útlend og þeir sögðu við komum úr öllum áttum og við erum ekkert eins, en útlendingarnir sáu þetta allt öðrum augum. Og útlendir yfirmenn hjá einu af þessum fyrirtækjum sögðu við mig setningu sem ég búin að vitna mjög oft í, en ég ætla að gera það einu sinni enn. Íslendingar eru ung þjóð og þeir hegða sér allir eins og táningar, þeir vita allt best og hlusta ekki á aðra. Þannig að það var þessi skortur á hæfileikum til samskipta og mér finnst það reyndar mjög athyglisvert að ég sé það að mikið umræðni hér í síðan á þessu merkilega ári, þá hefur verið mikið talað að íslensk yfirvöld væri ekki mjög góð í samskiptum. Íslendingar eru bara yfirleitt ekki góðir í samskiptum, það að segja, þeir eru ekki góðir í að gera grein fyrir því sem að þeir vilja gera og mér finnst reyndar alveg með ólíkindum að stjórn sem að ríkisstjórn sem kemur hérna inn meðal annars með óskaplegum kvörtunum yfir því að fá aldrei að vita neitt, þeir hafa verið gríðarlega góðir í því sama. Þegar kom fram á árið 2006 að þá var undrun mín sem sagt orðin mjög mikil og ég skrifaði grein fyrir norskt blað sem ég skrifaði stundu fyrir þá og það sem að fyrirsögnin var eitthvað svona Ísland geysir af peningum
og ég endaði á því að vitna í Vilhjálm Bjarnason lektor sem að sagði Íslendingar nú ekki klárar en aðrir og síðan kom ég jólin 2006. Ég fór á kaffihús, á næsta borði við mig þá var svona hópur af svona ungum smart gæjum, þeir voru að ræða það að kaupa flugfélag og á næsta hinnaborðinu við mig þá voru menn að ræða að kaupa banka. Þetta voru jólin 2006. Loftið bókstaflega titraði af æsing. Nú síðan kom ég aftur jólin 2007. Þá fannst mér meira svona verið í loftinu, já býtu hvað endist þetta nú lengi og hvernig fer þetta nú allt saman. Síðan alltaf voruð sumarið 2008 stöðugar greinar í erlendum blöðum, stöðugum fjöllun. Financial Times skrifaði grein Ísland sem vogunarsjóð. Mér fannst það dálítið ómaklegt, skrifaði lesendabréf sem þeir birtu og benti nú að lífeyrissjóðirnir væri sterkir og mikið var ég einföld. Síðan kemur náttúrulega Lehman og Glitnir fellur, Lehman bankin fellur miðjan september, síðan Glitnir og hér hefur þetta jafnan eða mjög oft verið sett fram þannig að Glitnir féll af því að Lehman féll. Ég algjörlega á móti þeirri skoðun. Lehman og Glitnir féllu af sömu ástæðum. Það var þannig séð tilviljun að þetta fór í þessari röð. Þeir féllu af sömu ástæðum, þeir voru fjármagnaðir með lánaviðskiptum við Evrópska seðlabankann. Seðlabankinn breytti sínum reglum og það var strax í umfjöllun í byrjun september þessar breytingar bent á að það yrði mjög erfitt fyrir þessa tvo banka og viti menn, þeir voru fallir áður en að mánuðurinn var liðinn. Og síðan kemur þarna fyrsta vikan í október og Glitnir, Landsbankinn, Kaupþing, puff, engi bankar. Eftir hruni þá beita, eða í hruninu eða þegar þetta alltaf gerast þá breyta þessum frægu hryðjuverkalögum. Ég hef þetta mikið velt fyrir mér af hverju Bretar álitu það nauðsynlegt að stoppa bankana. Þeir stoppa fyrst Kaupþing og síðan Landsbankann. Ég hef engin svör. Við erum reynda búin að fá dálítið góða skýringar hvað varðar Kaupþing. Skilanefnd Kaupþings fer í mál og nú vitum við það að það stóðst lög að stöðva Kaupþing, stóðst brest lög að stöðva Kaupþing með þessum aðgerðum, en því miður þá hefur skilanefnd Landsbankans ekki gert það sama og það gríðarlega miður vegna þess að það kemur heilmikið fram í svona málaferlum og þess vegna vitum við nú miklu meira það hvað Bretar voru að hugsa varðandi Kaupþing og ég á ekki nógu sterk orð til að lýsa því hvað það bagalegt og hrapalegt að skilanefnd Landsbankans skuli ekki hafa gert það sama. Þetta ekkert að vinna eitthvað mál, þetta bara það að fara í mál til þess að fá útskýringar á. En þögn og þess vegna vitum við þetta ekki nákvæmlega. Nú, búandi í Bretlandi, þegar allt þetta gerist, að þá í staðinn fyrir að vera svona mestuleyti að fylgjast með því sem að gerast í Bretlandi, að þá náttúrulega beinist áhugi minn að því sem að gerast í þessum íslensku málefnum og fljótlega upp úr því að þá fer ég að velta fyrir mér starfsemi bankana í London og víðar og þá beindust augun fljótt að starfsemi bankana í Luxemburg. Allar fjármálastofnanir, alls staðar í heiminum, með einhvers konar aflandsþjónustu og það ekkert sérstakt, en það sem og það ekkert sérstakt og undarlegt kannski að íslensku bankarnir hafi gert það. Það sem sérstakt á Íslandi hvað mörgum var boðið að vera með í svona einstaklingum og fyrirtækjum og ég hef talað við suma menn ég talaði við fólk sem var með félög í Luxemburg og sumir hafa sagt, þetta gerðist nú bara svona, ég var í viðskiptum við Kaupþing eða þeir voru reyndar allir með þetta en Kaupþing var öflugast í þessu, var í viðskiptum við Kaupþing og svo bara buðu þeir upp á þetta gerðist. En þetta ekki alveg svona einfalt vegna þess að það að koma upp þessum félögum, þetta heilangur prósess, þannig að þetta ekkert svona sem að kemur fyrir fólk, skulum við segja. Ég talaði við lögfræðing sem að þekkir mjög vel til, hann talaði þessa þjónustu sem fjallabaksleiðir skattkerfisins og mér finnst þetta alveg dásamlegt hugtak. Þetta voru nákvæmlega það. Bankarnir tóku þetta mjög vel fyrir þessa þjónustu og fyrir þá sem að
stofna svona félag, þá vil ég halda því fram að það sé ekkert upp úr þess að hafa nema að þetta sé ekki gefið upp til skatt eða minnst okkur ekki á til leyti, því að ef maður ætlar að bæða að borga skatt að þessu og þóknanirnar til bankana sem voru ærnar fyrir þessu þjónustu, þá er þetta bara tap. Síðan það sem að við sjáum í Luxemburg, hvað er annars vegar mikill fjöldi eignarhaldsfélaga einstaklinga, en svo eru svona netklasar, svona félagaklasar sem tengjast einstökum sjómönnum og auðvitað er þetta, ég var að tala við einn sem að skoða þessi mál og ég sagði já, Luxemburg er væntanlega eins og dyr að þessu og þá sagði nei, Luxemburg er bara fyrstu dyrnar. Þannig að þetta síðan náttúrulega teygir þetta sig, Tortóla er orðið hérna staður á landakortinu sem að hvert mannsbarn veit á Íslandi og síðan teygir þetta sig víðar, Kýpur, Cayman, Panama og svo þetta London og Lux. Skýrsla Karl og Jenneri í vor, hún var svona fyrsta almenna myndin sem við fengum af þessu ótrúlega óeðlilega bankakerfi sem hafði verið byggt hér upp. Stjórnkerfið tók af einhverjum ástæðum ekki á neinu, eftirlitsyfirvöld, stjórnmálamenn með örfáum undantekningum virðast annarkvort ekki hafa skilið eða fyndist þetta bara gott. Þannig að þess vegna fékk þetta að vaksa upp í friði og ró. Jenneri kemst að þeirri niðurstöðu að ástæðan fyrir hruni bankana hafi verið slæmur bankarekstur, slæm stjórnun og óheppni. Mér fannst mjög athyglisvert að þegar svo fréttirnar birtust af skýrslu Jenneri, þá voru fyrirsagnirnar yfirleitt að þetta væri óheppni. Nú, hægt og bítandi það sem af árinu, þá hefur fengið skýrari mynd af því hvað var svona óeðlilegt í bankakerfinu. Bankakerfið var það má segja það að bankakerfið hafi verið tvískipt. Það voru annars vegar þeir sem mikið fengu og var alltaf gefið meir. Og svo var það hinir sem voru bara með þessi venjulegu lán og þurfti að borga á réttum tíma og ef þeir borguðu ekki, að þá var þetta fenguður í trökkun og svo framvegis. Þannig að og þessir sem að fengu mikið og var gefið meir, að þeir fengu hins vegar svona lán sem að var einhvern veginn eins og ættu aldrei að greiðast í raun. Þeir fengu lán til hlutabréfakaupa þar sem að lántakar höfðu bréfin svona sem uppsprettulund. Þeir fengu arð en það voru engar afborganir af þessum bréfum og hinn náttúrulega bara með þetta venjulega sem þau þurfti alltaf að borga af. Síðan vitum við líka núna að það var gríðarlega merkileg afurð sem að bankarnir seldu og það það sem heitir áhættulaus lán. Bankarnir, þeir hika ekki við að lýsa því yfir, og mér finnst það alveg með ólíkindum, að þeir hafa veitt áhættulaus lán til lykilstarfsmanna og nú síðast vitum við líka að það var verið að veita áhættulaus lán til ómálga barna. Og það, síðan sem sagt, vitum við líka að hér var öflugt stundað að bankarnir lánuðu. Við vitum mest Kaupþing, af einhverjum ástæðum vitum við bara almennt mest Kaupþing, það mjög athyglisvert. Bankarnir voru semst að lána til hlutabréfakaupa í sjálfum sér. Ég talaði daginn við yfirmann í stórum bandarískum banka og hann sem þekkir við til íslensku bankana og hann sagði við mig að hann hreinlega vissi ekki hvort að til dæmis hans banki mætti veita svona lán. Þetta væri bara svo galið að það hefði enginn hugleitt það. Banki getur einfallega ekki mælt með kaupum í eigin bréfum og alls ekki bundið sitt eigið fé í kaupum á þessum eigin bréfum. Þetta er þessi almennu atriði og að baki þessara almennu atriða auðvitað mýmörg atriði, mýmargar sögur sem hafa fyllt blöðin allt þetta ár. Þannig að svona í heildina má segja að íslensku bankarnir þeir fundu ekki upp neitt nýtt en þeir fundu upp alveg ótrúlega ýktar leiðir til þess að stunda þessa bankastarfsemi sína. Nú það eru auðvitað margvísleg áhrif sem að þetta óheilbrigða bankakerfi hefur haft. Ég ætla bara að taka 3 dæmi. Það í fyrsta lagi skekkt vaxtarviðmið.
Ég var síðast í gær að tala hér við forstjóra í mjög myndarlegu fyrirtæki og þetta fyrirtæki sem hefur verið í stöðum vexti undanfarin mörg ár, engin vitleysa í gangi, starfar mestuleyti erlendis og svo framvegis. Og hann sagði við mig, já, hann hefði náttúrulega verið mjög glaður að sjá fyrirtæki sitt vaksa svona ár frá ári og á hverju ári þegar hann leita á sína eigin reikninga þá hugsaði hann, þetta er náttúrulega flott hjá okkur. En svo leita hann á vaxtatölur bankana og stærstu fylginetta þeirra og þá hugsaði hann bara, hvað er ég eiginlega að gera? Því að það var auðvitað bara, þessar tölur hjá honum voru auðvitað bara einhver skiptimynd miðað við vaxtatölurnar í þessu geira viðskiptalífsins. Annar maður bendi mér svo nýlega á skekkt launaviðmið. Hann bendi mér á það hvernig launakerfi bankana hefði haft áhrif og hann sagði við mig, bónuskerfi bankana eitraði út frá sér. Síðan það þriðja lagi má tala held ég skekkt hlutföll í sem sagt banka og þeirra viðskiptamanna. Það sem að gerðist þegar bankar lána með þessum hætti að svona venjulegt fólk þegar það horfir upp á bankinn dálítið stór og fólkið dálítið lítið og þá hugsar fólk með sér, ef ég stend mig ekki í afborgunum þá kemur bara bankinn og hann tekur bílinn minn og hann tekur íbúðina. En þegar bankinn lánar rosalega mikið til einhvers þá það lántakandinn sem horfir niður á bankan. Þá það lántakandinn sem rosalega stór og bankinn pingu lítill og getur ekkert gert. Ég talaði sumar við ítalskan rannsóknardómara Antonio Laudati sem er búinn að skrifa mjög merkilega bók mafíun á Íslandi. Nei, Ítalíu. Sú bók óskrifuð. Þetta var freudianslitt af einhvern tímann slíkt hefur heyrt. Antonio Laudati bendir á að talar banka sem eru leystir upp vegna mafíutengsla að þeir einkennist af ofurstórum lánum til mjög fárra. Þannig að líf bankans hangir á bláþræði, bankinn getur ekki gengið að neinum eignum, þetta eru óheilbrigðir bankar, það eru annarleg sjónarmið sem ráða eða vanþekking og losti eftir miklum vexti, miklum þóknunum sem þessi stóru viðskiptavinir láta falla bönkunum í skaut. Laudati hnykkti líka á hlutverki lögfræðing og endurskoðanda, ég er ekki að stimpla heila stétt, hann ekki heldur, en við verðum bara að horfast í augu við það að viðskiptalífið eins og það var, það hefði ekki getað verið eins og það var án aðstoðar lögfræðinga og endurskoðanda. Það sem verra þessara áhrifa gætir enn, sem sagt áhrifa þessara skekktu hlutfalla. Við erum núna í blöðunum á hverjum einasta degi að lesa gríðarleg átök þeirra stórskuldsettu og bankana. Þeir sem náðu mestu glíma lengst við bankana vegna þess að þeir hafa enn að mínu mati hreðjatökin á bönkunum. Einn ágætur vinur minn skrifaði mér hérna, sendi mér tölvupóst núna fyrir nokkrum dögum og það sem hann sagði að hann hefði oft hugsað til bókarinnar Íslenski draumurinn eftir Guðmund Andra vegna þess að í bókinni kemur fram að íslenski draumurinn hann felst í því að ná árangri á sviði þar sem þú hefur enga hæfileika. Íslenski draumurinn felst líka í því að vera ekki trúr yfir litlu heldur ótrúr yfir miklu. Við í fjölskyldunni minni rifjum oft upp íslenska drauminn kvikmyndina og búlgarsku heilsusígaretturnar og baráttunum við að koma þeim á markað ef einhver mann eftir þeirri mynd, mjög fyndið. Þá erum við komin að rótunum. Draumurinn Ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð kom upp fyrir allavega kannski svona 2 áratugum eða svo. Það voru sett lög alþjóðleg viðskiptafélög 1999, þetta eru svona tortólufélög, það er að segja félög sem að heimila skráningu hér á landi á þess að þessi félög stundi starfsemi. Þessi lög eru svona ein birtingarmyndin. Þetta er líka draumurinn fljótförnuleiðina. Svo það náttúrulega stóra spurningin, einkavæðingin, hverju breytti hún? Ég verð að segja eins og að ég eindregið hlynnt því að bankar séu ekki ríkisreknir sem hlýtur þá að fela í sér að ég hlynnt einkavæðingu í
í fjármálakerfinu. Ég álít að það sé ekki hollt að stjórnmálamenn stýri bönkunum. Við bjöggum við flokksræði í áratugi og það var ekkert hollt. En já, ég trúi kannski á einkavæðingu, ekki einkavinavæðingu. Það til heilmikil reynsla frá síðustu áratugum utan heimi við þeir sem að vilja vita hvernig einkavæðingin í Rússlandi fór fram. Og þannig að það til heilmikið reynsla og það hefði mátt læra heilmikið af þeirri reynslu, en nei, þetta var nú gert svona dálítið með sér íslenskum brag og þannig að einkavæðing felur einfaldlega í sér að ríkið það afsalar sér eiganda hlutverki, selur það frá sér og tekur í staðinn eftirlitshlutverk. Og vissulega seldi íslenska ríkið seldi sínar eignir, en það gleymdist þetta með eftirlitshlutverki. Það var svona eins og ríkið bara tæki skref aftur á bak og segði nú bara sjáu þið þetta, og eins og ég segi eftirlitið gleymdist, og þannig má segja að menn kusu frekar hráan skilning einkavæðingar. Það mjög þekkt einmitt utan úr heimi að einkavæðingu fylgir endurmat eigna, því fylgir verðbóla, og við íslensku bóluna blandaði svo frekar óheppilega erlent lánsfé í hrönnum. Það var einfaldlega þannig aðstæður á erlendum mörkuðum, sem sagt 11. september 2001 hafði það meðal annars í för með sér að það var svona, hugmyndin var að það væri þá eins gott að losa svolítið til og það var sem sagt nóg fé. Einkavæðingin, hún vakti víða vonir. Ég var að tala við ungan lögfræðing sem kynnti sig sem ungan og ættlausan lögfræðing, og hann sagði mér að hann hefði vonast til þess að ný öfl kæmust að við einkavæðinguna, þar sem að sambönd og ættir skiptu engu, heldur bara kunnátta og geta, en ó nei, það var nú ekki þannig. Ég hef líka talað við tvær bankakonur, önnur ung, vann í einum af þessum bönkum sem við áttum hérna undanfarin ár, og hinn vann í banka á 8. áratugnum. Báðar höfðu sömu sögu að segja. Það var farið fram hjá lánanefndunum, það var farið fram hjá faglegu mati. Munurinn helst sá að nýju tölurnar eru bara svo hrikalega miklu hærri, vegna þess að þar erum við ekki bara að velta með eigið fjármagn, heldur voru við sem sagt komið peninga utan úr heimi. Ég held að einkavæðingin hafi auðvitað breytt mjög miklu, en það hafi meira verið á yfirborðinu. Það voru nýjir menn sem komu að, en þó það voru áfram stjórnendurnir úr gamlu ríkisbönkunum, aflandsvæðingin var hafin, menn voru byrjaðir að læra þetta með flókin eignarhaldsnet, þannig að þegar að einkavæðingunni lauk þá var allt komið að flegi ferð, vegna þess að menn þannig séð kunnu þetta allt áður. Ég fór að þetta velta fyrir mér, akkur þarf þetta að vera svona. Ég segi stundum, ég skildi ekki Ísland fyrir en ég kynntist Ítalíu. Það hljómar kannski, og ég ekki auðvitað að segja að hér sé einhver mafía, allavega ekki svona, ég meina, nei, bara engan veginn. Við erum reyndar að marka má glæpafréttirnar undanfarið, þá erum við orðin dálítið aðdráttarafl fyrir svona fólk, en allavega. Það sem líkt á Ítalíu, þá talaður það sem heitir klientelismo. Þetta hugtak sem rekið aftur til Rómaríkis. Þetta í raun og veru alveg sama fyrirbærið eins og goðaveldið, að það sem að einhver einn öflugur maður, hann með nokkra sér handgengna, þeir eru með nokkra aðra, og þannig þræðist þetta niður allt þjóðfélagið. Þetta held ég lýsingin á því hvernig Ísland virkar. Persónleg sambönd auðvitað skipta allstaðar miklu máli, hvort sem að það í Danmörku eða í Englandi, en það eiginlega það á ófáum stöðum þar sem að þessi persónlegu sambönd geta komið svona rosalega í staðinn fyrir formleg sambönd, og þegar það þá ekki von á góðu. Hvað gerist þegar að peningar í jafn miklu mægni og við séð koma inn í kunningjaþjóðfélag þar sem að engir eðlilegir farvegir eru fyrir þetta fé? Þá held ég að það gerist það sem við höfum horft upp á í mínum huga. Þá munurinn á 1999 og 2009. Það tækifærin sem einkavæðingin og alþjóðlegur peningaflaumur skapaði.
Við sáum margt á 10. áratugnum sem var svo bara miklu stórbrotnara. Það voru svona aðalæfingar eins og sala bankana á óskráðum bréfum í íslenskri erfðagreiningu og ós. Og það voru eignarhreyfingar í kringum olíufyrirtækin. Þegar við horfum tilbaka þá þetta allt mjög kunnulegt, en það var bara miklu meira. Mér finnst mjög athyglisvert að Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, var í blaðviðtali hér nýlega þar sem hann nefnir að SE-bankinn, sænski, 1998 hafi haft mikinn áhuga á að kaupa sig inn í banka hér. Þetta rifjaði upp fyrir mér að ég var þá að vinna fyrir Morgunblaðið. Ég tók viðtal við, með minnir það hafi verið Lars Gustafsson sem var þarna yfir þessum hópi sem vildi gera þetta. Og Gustafsson hafði mikinn áhuga á þessu, fannst þetta alveg upplagt fyrir SE-bankan og leist þess að gríðilega við láta það sem að mér varst athyglisvert að heyra í viðtalinu við Þórð, það var það hvað þetta var komið langt. Síðan, eins og ég segi, ég tók þetta viðtal og svo heyrði ég það svona ofan af efri hæðunum í Morgunblaðshúsinu að það væri of snemmt að útlendingar kæmu hér inn. Þessi sem vissu best hvað væri Íslandi fyrir bestu, þeir ályktuðu svo. Einkenni kunningjaþjóðfélagsins auðvitað að hræðast útlendinga því þeir vinna allt öðruvísi. Hafi þeir völd, þá fara þeir allt öðruvísi með þau. Og það hefði eftir á að hyggja kannski verið einmitt ótrúlega frábært að fá inn erlendan banka einmitt á þessum tíma þegar að íslensku bankarnir voru að fara á flug, þannig að viðmiðunin hefði verið einhver önnur heldur en þetta heimalingakerfi sem að ríkti hér. Með þessu ég ekki að segja að það sé allt svona óbúslega frábært í útlöndum og þar sé bara allt eftir bókinni og allt það. Alls ekki, en við erum nú dálítið sérapart í þessu. Síðan, eins og ég segi, vinnubröðin hafa lengi verið þau sömu og þá getur maður spurt sig af hverju allt upp í lofti núna og ekki þá. Bankar hafði þetta farið á hausinn áður eða verið við það og enginn hefur kvartað sérstaklega yfir því að allir margir fengju eitthvað mikið meira en aðrir. Ég held að tilfinningin, hún var lengi svona að það var gott að hafa þetta kunningja, eða svona, þetta var hugtak sem var kannski ekkert endilega sérstaklega í hugum fólks, þetta var bara eitthvað notalegt. Við töluðum við þá sem að við þekktum og ég man eftir þegar ég flutti til Danmerkur að mér fannst svolítið skrítið að vera að flytja þangað sem að ég þekkt engan. Það kvartaði eins og ég segi enginn eitt sérstaklega yfir þessu, en ég held að þessi tilfinning, hún hvarf með ofurlánum bankana. Þá var einhvern veginn svo augljóst að mismunin var alveg hrikaleg, hún var ekkert holl. Ísland auðvitað ekkert land með mesta tekjumismun í heimi, en þessi tekjumunur, aðstöðumunur, hann kom ótrúlega hratt og félagslega það tæplega hollt. Ef við víkjum frá þess að núinu, við búum ennþá við þessi óhollu áhrif af óeðlilegum vexti, afskræmdu bónuskerfi bankana og afskræmdu bankakerfi. Við erum ennþá að horfa upp á glímuna við stærstu lántakendur. Þetta afskræmda bankakerfi kom líka fram í því að það var komið fram við alla eins og einhverja stórfjárfesta. Það fóru bankamenn hér allar koppagrundir, buðu bændum að búa liði skuldsetningu, trillukollum það sama. Það var engin greinarmunur gerður á. Ég myndi segja að þetta væri fákunnátta og þekkingarleysi á bankarekstri og kannski ekki við öðru að búast. Það var auðvitað engin sérstök reynsla hérna. Það nefnilega ótrúlega auðvelt að halda að maður sé bestur en maður veit voða lítið alla aðra. Þetta bakhliðin á íslenskum gorgeir. Hún fákunnátta aðra. Nú hafa menn eitthvað lært. Byrsagan undanfarið, hún mjög áhugaverð. Hún hefur spunnist í vetur, snýst meðal annars sölu aðila tengdum Byr og MP banka eftir bankahrunið og þetta mun væntanlega verða rannsakað. Fyrir hrun þá það Byr og barnalánin, lán til fasteignafélag í Englandi. Eina ástæðan fyrir því að við vitum svona mikið Byr, það hetjuleg barátta eins stofnfjáreigenda, Rakelar Gylfadóttur og eiginmanns hennar, Sveins Margeirssonar, sem nú situr í stjórn Byrs, situr hérna í salnum líka. Byr-hræringarnar smækkumynd af því sem viðgekkst víða. Þess vegna þetta svo áhugavert. Það að talandi sparisjóðuna, þá það sparisjóður strandamanna og söður þingeyinga enn uppistandandi eftir þess að ég best veit og það mjög hetjulegt. Hinn 11 hefur allar þurft að endurfjármagna. Það gjarnan einblínt á stóru umsviðamennina og helstu bankamennina.
en sparisjóðasögurnar afhjúpa lægri stigin í goðaveldinu, skulum við segja. Þetta eru neðri lög goðaveldisins og sem eiga þetta mikið undir því komið, ekkert breytist. Ég er ekki mjög ættfróð, satt að segja alveg ótrúlega óættfróð, en ég hef undanfarið litið á stjórnarmenn í svona slangriða fyrirtækjum með mjög ættglöggu fólki. Það hefur verið mjög áhugavert. Við höfum ekki verið að horfa á neitt nafnkunnugt fólk. En þarna spinnst út alveg ótrúlegt net skyldmenna og tengdafólks. Það eru mjög fáar konur, en þó eiginkonur og systur hingað og þangað. Þetta minnir svolítið á mafíuna, þar sem konunum skýtur upp þegar á þarf að halda. Nú eru þetta rannsóknir á saknæmu athæfi. Það er eftir að sjá hvernig tekst þar til. En það er eitt sem er alveg á hreinu. Án erlendra sérfræðinga þá er þetta ekki hægt. Ef þeir verða látnir fara, dreifu þeirra vinnu, þá er þetta búið spil. Og ég er ekki að álasa Íslendingum og þeim sem er að vinna í þessu, en það að skoða eitt og annað tengt þessum bönkunum og stærstu umsvegamönnunum, við það að gera það, ég hef aðeins litið á þetta og ég fengið smá nasasjón af þessu flækjustigi, sá sem ekkert veit og lítur á svona dæmi, svona bókhald, þekkir ekki ummerkin tilgang eins og skattsvik, peningaþvætti og eitthvað annað. Þannig að þetta er algjört lykilatriði og enn og aftur ég er ekki að álesa Íslendingunum, en þetta er ákveðin sérgrein og hana þarf að vinna af sérfræðingum. Hvað hefur þá verið skaðlegast orðstýrnum íslenska? Það er ekki hrunið, það er eftirleikurinn. Það er fullt af löndum sem að hafa lent í vandræðum. Það er ráðleysi sem kom fyrst á eftir. Það var einfaldlega himinn hrópandi. Bankarnir áttu að koma sér að kjöl og eins spýtur, held ég. Lánadrottnar erlendir vissi ekki við hvernig er eftir að tala og svo framvegis. Það sem við lifum núna eru náttúrulega umbrota tímar, upplausna tímar. Ég hugsa oft til þess að það er skemmtileg bók sem heitir Hlébarðinn eftir Lampedusa sem lýsir upplausnar tímum þegar var verið að sameina Ítalíu og hún fjallar, Hlébarðinn er fursti og hann finnur út að til að halda öllu óbreyttu þurfi að breyta til. Á upplausna tímum þá er stokkað og það er gefið upp og nýtt og ég er alveg sannfærð að við eigum eftir að sjá og kannski ekki sjá óvenjulega hatrömm átök á næstu misserum, það eru eignir og völd. Kunningjaþjóðfélagið, það er mjög hlýtt og notalegt þegar maður á réttu kunningjana, annars er þetta algjör kuldabólaheimur, það sem er gríðarleg sóun á hæfileikum og við höfum ekki efni á því. Ég fékk tölvupóst í morgun frá kunningja mínum sem sagði við mig, ég er svo þreyttur á þessari umræðu sem er í gangi. Það er svo auðvelt að vera í sæti þessum gagnrýnir og þess vegna eru allir þar. En það er enginn í sætinu að koma með framtíðarsýnina og lausnirnar nema skyndibitana sem við höfum í gegnum tíðina alltaf japlað á, eins og álver og fleiru. Og nú þurfum við að koma okkur út úr Kardimómubæjar ástandinu. Það er við hæfi að ég byrja á því að vitna í Karíus og Baktus og enda á því að við þurfum að koma okkur út úr Kardimómubæjar ástandinu og í alvöru nútímasamfélag.